Komiði sæl, kæru hlustundur og verið hjartalega velkomin í hlaðvarp Myntkaupa. Í dag föstudagurinn 10. október 2025 og Bitcoin í $122.290 og hingað mættur aftur Björn Harðarson, vertu blessaður Björn. Blessaður sæl, gaman að koma aftur. Og velkomin aftur. Takk fyrir, ég búin að sakningar. Eftir 3 vikna fjarveru og það sést á markaðnum að þú komin aftur því að það allt aftur orðið lágstemt og leðilegt og reyndar í þessum svona töluorðum eitthvað svona örlítið að liftast upp en ekki mikið, en þetta sko, við höfum margt að ræða og sko, það sem svona byrja á að bara fara yfir hvað búið að gerast, það síðustu 2 þættir ekki búin að vera að fjalla markaðinn, heldur að meira svona klassísk koncept eins og veldislögmálið með Ingi Haugsinni og svo bara svona Bitcoin heimspekin í víðar samhengi með honum Bergþóri Másinni. Já, ólíkir þættir, en ég hafði mjög gaman að hlusta. Já, gaman að heyra. Hafa vakið mikla lukku og hérna góð viðbrögð og ég finn núna hvað ég svona aftur, þú veist, núna alveg bara að langt sem var svona spenntur að fara aftur bara að tala markaðinn, skilurðu. Já, þrátt fyrir að hann sé ekkert búin að vera eitthvað rosalega skemmtilegu markaðinn, myndi ég segja, þráttur að Bitcoin hafi nýverið klukkað all-time high í hvað 100, já, 2 svarendar að rétti þér, en sem nú all-time high sem búið að setja 126.200. Já, fór það í það. 126.2 og þú veist, rétt hjá því núna, það er 4% í hérna 122.2 núna, sko. Er það ekki þannig? Það þarf það ekki alltaf að testa all-time high svona 3, 4, 5 sunnu þess vegna, sko? Sko, þú veist, það sem alltaf búið að vera mjög skrítið núna að og þessuna svona margir og það kannski verður eitthvað litið spurningin í þessum þætti sem við ætlum að reyna að svara að, þú veist, Bitcoin búið að vera sannfærandi, markaðurinn búin að vera sannfærandi, einlegin að svara neitandi og benda bara á það að, þú veist, þetta einhvern veginn rétt að mjaka sér yfir all-time high, síga svo aftur niður að því við erum vanir því í sögunni að þú setur eitthvað svona all-time high og svo líður eitthvað langur tími, svo það að breyka og þá svona kemur þetta rally, þessi sprenging yfir sem við höfum bara ekki séð gerast síðan í nóvember þegar Trump var kjörinn og það var ekkert einu svona eitthvað gali rally þá því að maður varst hérna desember 2020 breykuðu $20.000 múrin og fyrir nánast bara strax í 30, bara bætum 50% ofan á og svo eins og Markov Draghi að þú veist, svo bara janúar fyrir 42 og februar 65, sko. Jú, en svo þú veist, önnur hlið á því, ég meina, þú veist, að ég veit ekki hvort að, þú veist, við bara sjáum þessa fjárhæðir í þá röngu ljósi, ég meina, það tvöfaldast, þarna 10-20, 20-30, þá 50%, en þú veist, ef við tökum bara núna, meina, þú veist, ég man ekki hvað dagur var það sem ég skoðaði þegar þetta byrjaði að lækka núna daginn, það var samt búið að, þú veist, hækka held ég, einhverja $1,000 á dag í 10 daga. Já, við fengum eitthvað 16.000, mest svona 16.000 hækkun á veit ekki hvað mörgum dögum, þannig að við vorum að, þú veist, hækka, þú veist, þarna á tímabilum 10% á dag leikum við, sko, eða þú veist, allan 1% á dag. Já, 1% á dag. Þú veist, kannski hljómar 1% á dag, ekki rosa mikið. Það sant. En þú veist, það samt mikið ef það fær 10 dagi röði 1%. Já, og svo, þú veist, þegar þú fær hækkun upp á 16.000, það meir en 20-30, sko. Já, í dollarum talið, sko. Já. Og þú veist, við hugsaum líka bara út frá á hvaða tíma við erum í markaðin. Við erum á þeim tíma núna, ef við teljum í dag frá halving, þá svona í sögulegu samhengi, þá værum við að fara að toppa eitthvað núna í október. Ég var ekkit sérstaklega hrifin að við varum 150 akkurat núna, sko. Nei. Af því að ég vil sjá markaðin, þú veist, ekki taka blow up topp eins og þú segja eitthvað. Ég 100% sammálaður og mér finnst það alltaf að verða sko líklegra að við séum búnir að depegga sko frá þessu, þeir eru búin að aftengja okkur við þetta
þessa 4 ára hringrás sem hefur verið eitthvað svo looming yfir Bitcoin og þú veist, og við erum ekkert að finna upp hjólið þegar við segjum, ég meina sem dæmi, hann Kristján Ingi Mikaelsson talaði þetta fyrir löngu, hefur verið svona mjög konsistent með það, að bara það er, þessi 4 ára hringrás er bara, það heyri sögunni til. Chris Marsalek, forstjóri Crypto.com, hann fullir það líka fyrir svona svipaleiti, það sé ekki að vera svona rúmt ár síðan, þá sagði hann bara mjög mikilvægt að þátttakendur í kryptomarkaðnum skilji að þetta 4-year cycle concept, það er bara baki, þetta er orðið miklu meira established, þroskaður og þróaður í markaður. Það er bara spurning hvort við fáum mini-bear market eitthvað svona, þú veist að... En ég myndi líka að segja, ekki gleyma því, við erum búin að fá hana mini-bear market. Já. Við fengum hana þessu ári. Hvað var þetta annað en bear market sem við gengum í gegnum hérna februar til, ef að segja í mæ-júni, skilur? Já, það er bara, svo er svolítið erfitt að tala um þetta, þú veist, maður þarf eiginlega að tala um þetta eins og við höfum talað kannski um áður, annars vegar út frá Bitcoin og hins vegar út frá altcoins. Ef við talum bara út frá Bitcoin, þú veist, þá svo sem er þetta búið að vera svona þannig sé alveg, þú veist, við vorum þá kannski ekki beint í ber, við vorum bara svona flatir svolítið mikið. Já, við fórum samtalið, Bitcoin tók samtalið 30% stífu frá janúar til, ég held að bótna að verið langar að segja apríl, formalur 107 mini-bear bara niður fyrir 80.000 sko, það er alveg 30% stífa sko. En svo talar Raoul Pal núna, því hann auðvitað miðar þetta svolítið við bara svona, þú veist, peningamarkaðin í heiminum og svo framvegis, hann talar um að svona helstu indikatorar sem að svona mæla bara markaðin í heild, svona markaði í heildsinni, að þú veist, að það sé nokkuð örugt að ef við erum að fara að toppa, þá erum við ekki að fara að toppa núna eins og venjulega í október-nóvember, við erum að fara að toppa í öðrum ársfjórðingi 2026. Já, það er strax eitthvað sem svona, mér finnst alltaf meika meira sens, að því jafnvel þó að þú veist, þessi 4 ára hringrás sé að baki þar sem erum að fara í þessar íktu hækkunarfasa og íktu lækkunarfasa, vaktilóra tekið þeir segi íktu, bara verulega verulega íktir hækkunarfasar og lækkunarfasar sem þessi bjarnamarkaðar og bólamarkaðar er búin að vera í rafmyndum, þá að sjálfsög er að fara að vera eitthvað tímabil sem eru sveiflur, þú veist, það sem takturinn er ýmist upp eða niður sko. En svo hugsaði ég, þú veist, maður er samt svona eins og maður talar um svona með smá alveg ennþá alltaf svona smá svona áfallastreitu af endinum á síðasta búlmarka, ekki síst kannski líka því að menn voru þá að tala um eitthvað super cycle og svona, þannig að maður er rosa varkár samt sko, og ég finn það svolítið núna þegar maður er komin í þetta tímabil sem venjulega við værum að toppa, þá finn ég að þú veist, ég hef meiri tilengu til að reyna að vera svona varkár í því að ég ætla ekki að fara að lofa hlustundum því að við séum að fara að halda endalaust áfram sko, auðvitað endanum veit maður það ekki þó að all bendi til þess, það er engin indikator sem segir að við séum að fara að toppa næstunni sko. Nei, einmitt, og ég meina fyrir gríð sem við tölum regla í þessu er 54 núna. Við erum basically bara neutral zone sko, þráttur að Bitcoin rétti alltaf mæ. Þessar helstu myndir, ég meina í Ethereum búið að vera freka solid, erum í 4.350 og maður finnur það að 4.350 núna, það er svona, það sem ég tekið ákvæmt út úr í er að það þykir orðið svona smá vonbrigðisverðmiði sko, sem ég líti alltaf hann á þetta, þú veist, ég er að segja þetta við myndu vinið mína sem er að koma inn í hana marka og svona er að, veist, það er svo jákvæmt þegar verð sem mér fannst kannski fyrir skömmu vera mjög impressíft, þegar það er orðið svona, þú finnur bara einhvern konsensusin í kringum það og tilfinningin í kringum það er orðið bara svona vonbrigði, lélegt, þú veist, þá veistu að það er svona markarinn er að levela sig upp sko. Solana, ok, 223 fór alveg vel yfir 230. Já, fór náttúrulega yfir 250 þannig fyrir nokkru síðan sko. En heyrðu, ég fekk reyndar einn skemmtilegan tölvupóst og ég vekka athygli hlustandi á því að bara endilega senda mér á kjartanatmyndkup.is ef það er eitthvað ábendingar eða hvað það er og við gerum okkar best að minnstakosti muni lesa það, ég lofa því og gerum mitt best að koma til móts við það og fekk góðan tölvupóst frá diggum hlustanda
og hann tók fram að hann væri ánægður með þetta hlaðvarp, en hann sagði samt þetta sko að hérna sem ég fannst skemmtilega orðið á honum, hann sagði það er samt, og þetta vakti myndir mikil umhugsunar, hann sagði sko þetta er samt orðið pínu eins og ég sé þegar ég að hlusta á fótboltapodcast, þar sem mér finnst uppáhaldsliðið mitt sniðgengið af því að það er ekki eitt uppáhaldsliðunum hjá hérna þáttastjónundum og hann var að tala um XCP og þetta vakti mig til svolítið umhugsunar, ég hefur nú alveg talað eitthvað um XCP-ina og eins og ég sagði nú við hann, þá er nú við höfum ákveð að sláði aðeins á frest líka vegna þess að markaðurinn hefur svona, finnst mér ekki alveg vera eins, jarðvegurinn hefur ekki verið eins frjór núna og ég kannski reiknaði með, en það er náttúrulega þessi maður sem hérna, við ætlum að taka og spjalla um XCP sko, sem við fyrrandi starfsmaður Ripoll, en þetta vakti mig til umhugsunar að ég hugsaði svona ok, það er alveg rétt við, hvað myndir töluðu lang mest um hérna í Slarp, það er Bitcoin, Ethereum og Solana staðreyndin er samt svo að í marga mánuði þá er XCP, nú er enda BNB búið að taka frammerinu við, ég held ég komast ekki hjá því að fjalla örlítið það í þessu spjalli en XCP, ég maður svo vel eftir því spurði ég einu hlaðvarpinu, sérðu fyrir XCP flippa Solana og þú sagðir já, kannski tímabundið og svo gerist það og síðan það flippaði yfir að aldrei farið, Solana hefur aldrei náð að flippaði núna og ákveðat núna er munurinn að XCP með market capi $169 miljardar og Solana er í 122. Já, og hluta til myndi ég segja sko að þú veist, auðvitað eins og þetta, það flipp, þú veist, tímabundið, það var ekki tímabundið, það var lengra en tímabundið. Já, og hérna... Tímabundið er svona tegalegt hugtak, þú getur sagt að 10 árs í tímabundið, en... Já, og það segir kannski líka bara rosa mikið, líka bara það að þú hef fengið eina tölupóst frá manni sem var að tala um XRP, ég meina það segir rosa, við höfum alveg sagt það í þessum þætti, þó að ég hef stundur sagt að ég hef ákveðna efasemdir hvort þeir nái sínum markmiðum, að þá hef ég sagt sko, bara það er ekkert þarna úti sem hefur eins styggan svona stuðningshóp af fjárfestum fyrir utan Bitcoin og mér á einu svona ef við verum að tala saman fyrir 3-4 árum síðan þá hef ég sagt Bitcoin, XRP og Cardano Cardano, það er svona heyrst minna í Cardano stuðningsmönnunum en XRP stuðningsmenninir hafa verið og ég trúi því alveg það er ekkert eitthvað í blindni einhvern veginn sko. Nei, og líka bara það sem ég hugsaði með mér þegar ég las það og var að hugsa um þetta er að gera verkum að ég komast algjörlega niðurstöðu, það er rétt, við þurfum að ljá XRP meira vægi, er að þetta er alltaf hlaðvarp myndkaupa og sko sem sagt XRP er sko þetta eru þú veist, sko, ok, Bitcoin er alltaf langvinnsalast hjá okkur Solana er mjög vinsælt XRP er álíka vinsælt ef ekki vinsælla en Solana það er svona dálítið tímamyndið og svo er það með Ethereum sem bara er svona eitthvað einn solid, skilur þetta eru þessar 4 myndir sem viðskiptavinir eru lang mest að fókusa á og veist, það má gera ráð fyrir að allavega stór hluti hlustenda séu viðskiptavinir sko, og hérna, þannig að þú veist, þetta er líka að ég myndi, við fjöllum ekki mikið um Polkadot, bara sem dæmi við fjöllum ekki neitt um það og það spilar alveg inn í að það er langsamlega óvinsalasta myndin á myndköpum. Já, rauninni þeir hafa ekkert haft einnig með momentum í þessu búlrunni. Við höfum talað örgulega meira um það í síðasta búlrunni hefur við verið með reglubundið þátt á. Algjörlega, þannig að þú veist, en ég sé að punkturinn minn er að, en segjum af einhverjum óskilinum ástæðum að Polkadot væri bara ein vinsalasta myndin á myndköpum, þá myndi ég samt að finna mér smá knúin að því að þú ert að tala, skilur þú það er fólk sem þá vill viti hvað eins meir um það. Þannig ég hugsaði svona, já, þetta er aldrei rétt, sko, að hérna ég allavega komst þær í niðurstöðu og ég með langa að bera hana undir því hérna, ég veit ég ekki búið þetta undir það áður að höfum við gert sekir um það á svona grundvelli okkar bias ég er enda veginn, ég er XRP holder og ég er enda líka já, ég veit enda ég á aðeins meiri þú að XRP en ok, við erum báðar holderar
en hérna sko, spurningum með þessi finnst þér við hafa gert sekir það á grundloka bias að fjalla minnum XRP með að við raunverulega relevansið sem það hefur í kryptó? Ég ætla að leiða mér að segja já og nei, mögulega, ég myndi aldrei bara að segja nei, alls ekki, sko. Þú veist, bara mögulega, sko, en ég veit ekki, ég held að maður tali samt alltaf út frá því sem að þeirri svona rannsókn sem maður gert út frá svona sannfæringu hvað sé að fara að gerast. Það er alveg svo, mér langaði eftir að tala aðeins umræðu sem er í gangi, reyndar í sikkur lagi, ekki ykkur deilur svona framtíðina, Wall Street framtíðina, annars er útrúið Ethereum og Solana og sem sýnir rauninni hvað allir hafa tilneyingu til að vera bæjas út frá því sem þið trú á. Og með XRP, ég var að sjá þessar fréttir til dæmis núna undanfæriðis og með þarna svona, það er fyrir framan okkur fullt af þarna samkeppni í gangi. Sárendar sem ég man ekki nákvæmlega hvað var að XRP eða Ripple var að ná fullt af samningum allt sem ég get ekki rifið að nákvæmlega upp hverju voru bankastofnanir hér og þar en svo sá ég líka að Swift, að því það er ofta talað að þeir ætla að reyna að taka yfir Swift. Nú er Swift að fara inn í að testa bálkakeðjutækni og að fara af stað með tilraunaverkefnum með stórum bönkum og þeir að fara að nota held ég sko í tilraunina með að eitthvað svona layer 2 á Ethereum, þeir eru ekki að fara að gera það með XRP þannig að þú veist, XRP stendur fram með þetta fyrir sko bara alveg eins og Solana og Ethereum stendur fram fyrir miklum áskorunum og mikil samkeppni og ég held að þú veist, við höfum oft talað það, þú veist hvað heimurinn hefur breyst síðan XRP kom fyrst fram og stöðuleika myndum og annað slíkt sem að má alveg spyrja sig ykkur spurninga en við höfum líka sagt að þarna að Ripple auðvitað bara svona rosalega öflugt fyrirtæki sem getur auðvitað bara þarna svona, hvað að segja, þeir eru öflugir þeir ætti að geta náð að nota fjármagnið sitt og mannafla sinn og svo framvegis að ná miklum árangri líka, sko. Já, ég held allavega að, þú veist, getum við sammælst þá niðurstöðu að við það standi rök til þess að gefa XRP meiri gaum í hlaðvarpi. Já, 100%. Og við ætlum að verða dýpri í því. Já. Ekki endilega með dýpri vasa í því, en það má líka. En þegar við vorum að pæli að fara að stað með XRP þá gerði ég mjög mikla rannsókn að vinna á það og á það til ykkur starf. Einmitt. Og ég tek alveg fram að þú varst búin að læna upp raunverulega þessum manni. Ég ákvað bara sem ég held að veri rétt metið að, þú veist, þegar að það hefði verið gaman að taka hann upp sko í, þú veist, nóvember, desember í fyrra. Það var bara unreal að sjá. Það var þetta bara XRP season þá. Já, einmitt. Og það var bara, það komu alveg talað, það komu 2 mánuður eitthvað myndköpum sem það okkur leið pínu eins og XRP væri eina myndin sem við varum að bjóða upp á. Það var unreal að horfa á Íslandsöguna. Það var bara XRP, það var rosalegt. Og bara það eitt og segja þá að maður aldrei að útiloka XRP 100%. Nei. Alveg svo núna getum við sagt sko að einhver getur sagt að ef við höfum gefið XRP lítið vægi þá höfum við bara gefið BNB ekkert vægi. Já, einmitt. Og þú veist, og sko þar kemur að líka inn í, við ætlum að fjalla það núna, það er búið að vera gríðalegt núna, en þú veist, en þú fattar punktin einmitt er að þú veist, sko hvað er þessi skipti máli fyrir hlustendur, það þarf mig, þú veist, og ég hugsa einmitt bara, þú veist, skiluru, einmitt, þetta eru, þú veist, þeir skipta þúsundum XRP-eigendur sem eru, þú veist, og ég gerir áfyrir að hlustendur hlaðar sem með XRP skiptir hundruðum, sko. En ég held að maður verði alltaf einhver leiti bæjas út frá bara sannfæringu sinni með hvað er að virka og hvað er ekki að virka og svo framvegi, sko. Það er alveg rétt og þar kemur náttúrulega inn á punkt sem er svo áhugaður með all umfjöldin er að mér finnst svo mikilvægt, ég þoli ekki þegar einhverju segja sko ég ætla að fjalla bara algjörlega óhlutdrægt eitthvert málefni sko, af því að það er mannlega sko ógerlegt að gera og ég segi bara eina krafan sem ég er með, ég hef ekkert á móti því að
að hlusta á eitthvað tala eitthvað þar sem ég veit að hann með BS í aðra átt en sem ég allast það, eina sem ég gerir kröða það tvennt, segðu mig fyrir hann hver BS-in og reyndu eftir fremsta megni að fjalla óhlutrækt hlutina, þó svo að það sé ógerlegt að það takist 100%. Þannig ég held að við getum sagt að allan niðurstan okkur svo að við ætlum að gefa þess meiri gaum, þetta bara á algjörlega tilkall til þess út frá allskins rökum. Við neytum því ekki að eins og sakir standa og hefur verið, þá kannski ekkert hlustur eiginlega rétt á því að vita það að persónulega eru við hrifnari af Solana heldur en XRP. En svo ámar ekki að vera endilega bera, miklu eðlilega bera saman Ethereum og Solana heldur en kannski mögulega, sko, það meina kannski, en ég sammálaður en einhver ástæð þó allavega við eigum XRP og kjósum að selja það ekki og og samanskapið þá sjálfsög þráttur að kunna vera einhver BS undir niðri að þá ætlum að reyna okkar besta að fjalla það á óhlutrægan hátt. All right, þetta var langur kapli en þetta sýnir bara að það mér þykir mjög vænt að fá tölvupósta eins og þessa. Frábært. Og já, en ok, ég með nokkra punktar sem ég er búin að punta hjá mér sko, eitt sem ég segi allt síðan komið og farið, spurningamerki. Það kom eiginlega með að þú varst farin og svo komst þú og þá það farið. Það eiginlega aldrei... Já, svo hefur þetta verið, mér þú veist, út frá þessum parameter allt síðan, þá kom hann allt síðan einhverja daga. En þú veist, svo alltaf spurning hvernig við skilgreinum allt síðan. Við tekjum allt þetta bullrun, þá hefur við, þú veist, engin spurning, við höfum svona full-blown allt síðan eins og við þekkjum sem allt keirir, hefur við ekki fengið. Og í þessu bullrunu höfum við líka verið að fá svona stök season, eins og þeir vorum að tala áðan, XRP season og við höfum fengið BNB season og við höfum fengið Memecoin season og við höfum fengið AI season, AI agent season og við getum talað svona futures perp season, en við höfum ekkert fengið neitt. Það var, þú veist, þó að þetta passaði við eitthvað tíma þá þetta svo lítið, svo bara, þú veist, keyrir þetta niður aftur. Já, einmitt. Sko ég samt vil segja nokkra áhverja hluti sem veist, við höfum fjallað áður en mér finnst samt bara að skipta máli að halda þess til haga að þú veist nú var til að sjá það að vísu breytist aðeins þegar við umreiknum yfir í krónur en Bitcoin núna í þessum tölorðum 30% upp á þessu ári átti eins og allir vita mjög gott ár 2023 mjög gott ár 2024 og það 30% upp í dag það sem að vera ári cirka 15% rúmlega ef þú umreiknar yfir íslenska krónur af því að dollarin hefur náttúrulega veikt svo mikið þannig að þeir segja 30% upp þá ég miðað við dollar vissulega ég veit ekki hvaða fjárfestir væri ekki sáttur fyrirfram með 30% ávöxtun á hvað 10 mánuðum sko tæpum en samt maður nú þegar að heyra marga tala sko vonbrigði með Bitcoin Solana í svipuðum sporum við getum segið þegar Solana fór í 234 og bara daginn sem það fór í 234 og þú spólar akkurat 2 ára áttir í tíman það var að 10x, það var 23,44 já og ég meina núna síðustu 12 mánuði Solana 63% upp samt eina sem maður heyrir talað Solana finnst mér núna núorðið bara vonbrigði já, því, en þú 63% upp síðust 12 mánuði já, og mér þú veist, svo erum við alltaf með eitthvað svona sálfræðileg viðmið, mér Bitcoin búin að fara í all time high XRP fór nánast já, það var svona eftir í Coin Market Cap lokaði ekki all time high en Coin Gecko held ég lokaði all time high það var eitthvað svona já, en þú veist, við erum ennþá að bíða eftir all time high á ég reyndi að náða Solana all time high í janúar á þessu ári já, reyndar Manstu, þegar Trump-coin var lónsað, fór það í 295 Trump-coin var lónsað nú er búið að sækja ETF fyrir Trump-coin nei, jú, það grínast það er eitthvað búin að sækja það ég ekki spyrja hver
ekki sem að það er alltaf ekki eina stóra aðlum, ég trúi því ekki. Nei, ég held ekki, ég skal bara vera með það næst. Ok. Nei, þú veist, punkturinn minn er þessi, að þetta er svolítið be careful what you wish for, af því að það er búið að vera þetta ákall hjá fólki, mér langar svo mikið að þessi kryptomarkaður verði svona established og þroskaður og sophisticated markaður og þú veist, ég sé ekki betur en að við séum að verða nokkuð en þannig markaður. Þetta er bara núna að horfa á, það er alveg sama hvaða þú veist, rás, þú ert að horfa á einhverja financial rás, hvort sem að vera að covera finance á CNBC eða Bloomberg eða whatever, þú veist, alltaf þegar þú ert með þessa tikkera skiluru, þá er Bitcoin og nú er búin að bæta við ETH og Sol og fleiri og það er eitthvað þú veist, það er bara að fjalla krypto dálítið eins og sjálfsæðan hlut á þessum plattformum, bara svipað eins og er gert með ýmsar hráurur og hlutabréfstölur og svo framvegis sem bara frábært og þáttangendur náttúrulega bara eins og við fjalla nokkuð rækilegum í þessu hlaðvarpi eru að stærstum hluta til institutions og skráð fyrirtæki á Nasdaq og sjokker, ég meina hver afleiðingin, jú, þú ert ekki að fá kannski bara 500% hækkun á 4 mánuðum og svo 80% hækkun á skiluru en samt sem áður eru ávinningurinn að vera á þessu markaði, hann er samt miklu meiri heldur en ávinningurinn á þeim mörkum sem ber sér saman við eins og þá sérstaklega að tala bandaríska hlutabréfamarkaðinn. Þú veist, fattar hvert ég er að fara með þetta þú veist, ég hugsa með það ég þarf að heyra þetta líka bara ég óþurlega með minni sko. Já, og ég tek undir það þú veist, ég er einmitt bara maður er að díla við þetta rosa mikið, það er bara því einhvern veginn þú veist, maður er bara búin að vera með þessar væntingar einhvern veginn að því að sagan hefur verið þannig að þá bara eitthvað, já, nú er að fara að koma bara eitthvað rosalegasta búlrun, þú veist, alltaf svo bara, þú veist er ég svolítið farin að sko spyrja mig og ég er enda búin að komast að afgefandi svari, er það sem ég vil? Og svarið mitt er nei, að ég veit hvað kemur eftir slíku rugli, við vitum það bara báðir, við höfum fengið að gangi gennum það sko, það er bara svona að koma þegar eitthvað svo eldflug eldsneyti klárast á henni sko, þú veist, þá bara þú veist, koma svo blóðu í dagar og ekki bara 1, 2, 3 dagar heldur bara marga vikur ef ekki mánuður af ástandar sem maður er, þannig að þú veist ég og ég spjallaði mikið við þetta þetta við hann Víking bæði aðeins fórum við í þættinum en ég spjallaði líka talsveit við hann eftir þáttunum þetta þú veist, ég er svolítið bara núna að læra eitthvað að kunna meta þennan takt sem við erum á. Hann og margir aðri færa vissulega rauk fyrir því sem er alveg gott að ég skil það alveg að á einhverjum tímapunkti muni samt mannlegt eðli kikka inn þegar þú sér að þetta er bara búið að vera að outperforma allara marka og kannski segjum þetta að væri að fara þú veist, malli upp 30-40% á ári í 2 ára þá á einhverjum tímapunkti þegar það er komið konsensus og þetta sé bara gefið að þetta skilur malli upp að þá taki við eitthvað manja og þá svona, þú veist ofitna þetta og overshooti og svo fyrir við aftur aðeins í svona smá sama farveg. Já, þú veist, þú líka bara, þú veist, minnst þetta flott umræða því þú veist, þú byrjaði þáttinn að segja að það væri kannski ekkit rosa margt svona spennandi í þessu, sko, en samt báðar hliðar og nema all time high, en ef við svona fyrir að kafa eins dýpra í það, til dæmis, tökum bara Bitcoin, þú veist, ég er ekkert margir sem að átta sig á því, ef við tökum ekki þessa viku heldur síðustu viku, það var innflæðið í kaupallarsjóðum á Bitcoin, það var næst stæðsta vikan í innflæðið á Bitcoin síðan kaupallarsjóður kom á markað. Já, einmitt. Og þú veist, og þetta er að gerast á sama tíma og svona, við erum svona tvístíðandi með hversu jákvæðar við erum. Og minna, þú veist, það er október og ég er alveg rosa jákvæður, minna, það komið svolítið inn í október, eða bara við vorum mynda síðast í september og við lokuðum september í plus sem er bara mjög gott fyrir september, hann er lélegasti mánuður ársins og október er bara, hvað er ekki besti mánuður ársins, sko? Ég held að Jú, október, nóvember, er ekki október aðeins betri í sögulegu samhengi. Já, meðaltalið hækkun á Bitcoin í október er
22,5%. Wow. Og þú veist, og ég segi 22,5% og það reyndar hérna svona milliverði 27,7 og ef við skoðum hvað það myndi þýða það að með að við verði í byrjun sem held ég að vera 120, það ættu að enda mánuðinu 140 til 147 en svo ef við skoðum eins og við oft gert svona hérna síða þetta tímabil í hérna í 4 ára hringrásinni og förum þá bara fyrst í 2017 það var hækkun 48% næstu því, sko 2021 40% ok, það er lækkun diminishing return hvað myndi það þýða núna? Það var kannski 30%, þannig að við erum í mjög skemmtilegu mánuði, við erum bara að hafa gaman að þessu en á sama tíma, þú veist ég er ekkert svekkt með 20% mánuð. Nei, einmitt. Nei, augljóslega ekki, sko en hérna en þú veist, ef ég fæði bara til að svara því afgerandi og svona sko bara já eða nei helst, skilur, þetta veit ég að þú gefur með eitthvað orði kringum að sjálfsögðu, en hérna er þetta 4 year cycle concept, þetta 4 ára hringrásar koncept, er það ennþá í gildi? Nei, ég held að sé ekki í gildi, en ég hef samt alveg velti fyrir mér, þú veist, ákvöru, er það að því að það er kaupallarsjóður stærri aðalega komnir inn í þetta? Já, hluta til, en hluta til held ég bara að við erum í einhverju svona aðstæðum núna sem við höfum ekki verið áður. Þú veist, við ákvörð núna sem það ætti að vera að fara að toppa bráðum í hérna verði á Bitcoin til dæmis, að þá erum við líka á tímabili sem að vextir í nýfarnir að lækka, bara síðasta mánuð og svo kemur núna, þannig að þú veist, er þetta bara af því það eru fleiri komnir á markaðinn, eða getur verið bara ákvörð núna, að þá er bara einhvern veginn staðan á mörkuðum þannig að, þú veist, að lengist að hluta til út af því að vextir er ákvörð að lækka þegar það ætti að vera raunverulega að toppa. Og það er voðalega erfitt að sjá fyrir sér, sko, að því að, þú veist, einn gæti alveg sagt, bara, heyrðu, ok, toppurinn endaði nóvember 2021, þú veist, þá kom toppurinn og snerist við að því að það var þannig sagt þessu 4 year cycle koncepti, en annar gæti líka alveg bara sagt að, þú veist, Powell fór þá bara að keyra stýrivexti upp eftir mjög langt lágastaskeið, skilurðu, þú veist, fattar þú getur alveg líka bara sagt það, þú veist, það var alveg hægt að segja bara, þú veist, hérna, þú veist, og ég held á að það hafi verið svona margir faktorar sem spiluðu saman. Klárlega það að fara úr lágasta umhverfi yfir í háast umhverfi á svona mjög snöggan og svona hressilegan hátt, það klárlega hafði mjög mikið að segja. Það að jú, þetta 4 year cycle concept er raunverulegt, þó að sé jafnvel eitthvað leiti bara í hugum manna, skilur, en svo eins og við líka tala á, þá er þetta sama koncept að líka þessi hringrás með peningamagn í umferð. Það er líka það að það er kosningar í Bandaríkjunum á þessu hverju halvingári og það er líka bara einfallega það að bara markaðurinn sér í lagi í ljósi þáttakanda þá á markanum sem var nær eingöngu retail, eða það er að segja bara almennir leikmenn eins og ég og þú sem voru í yfirgnæfandi meiri hluta þáttakandur á markanum 2021 út frá öllum þessum forsendum að markaðan var algjörlega búin að ofhitna. Og þú varst búin að vera með fírin grít í 90 okkar, sko, lengri tíma, skilur. Sko, ástæðan fyrir að ég hika aðeins er kannski líka bara, þú veist, ef að markaðurinn allt í hennu myndi fara að keyra svona upp, þá myndi ég mögulega, þú veist, fara að skipta skoðun með þetta. Það er það sama ég segi, og þess vegna er ég svo mikið að vona í alvörinni. Jú, ég veit ekki, mér langar ekkert að sjá Bitcoin bara síga undir $100,000, skilur, mér finnst það leiðilegt, ég veit ekki það. En ég vil heldur ekki sjá okkur bara að blasta upp í $200,000 á næstu 2 mánuði, þá veit ég bara hvað er að fara að gerast. Og þá er það okkar, Björn, að tala af ábyrgð í þessu hlaðvarpi. Skilur, ef við erum farin að finna, og þú veist, að því síðast þegar við vorum í þessu, þá við eins og allir,
skiluru, bara allir, menn sem eins og voru lengi í markaðnum, týndu sér í bara einhvern maníun og hæpinu. Ég er að tala um 2021, skilur. Bara allir voru Bitcoin að vera $100,000, City Group sagði $300,000. En ef við finnum okkur í þessum aðstæðum, þá verðum við að axla á ábyrgð að minnstakosti fá fólk til að hugleiða hér mögulega eru að ofitna. Já, og ég, þú veist, og það sem ég held líka, við erum líka, ef við tökum bara okkur tvo, ég tel það að við tveir betur stakkbúnir til að sjá þá indikator sem gætu, hérna, ég er ekki að segja við höfum það fullkomið, ég glotti á þér, en þú veist að því að það er svona þessi hluti sem maður er að fylgjast með einhverju indikatorar og síðan svona eins og þú varst að tala um hérna peningar í umferð og svona, ég er ekkert viss að ég hef verið að fylgjast neitt sérstaklega með því, ég var bara svona að hlusta á einhverja menn einhvern veginn og svona á þessum tíma og þú varst að segja þetta, minna, það er samt svona dæmin, eins og bara vorum að tala um peningaumferð, við tala mikið um það hérna, enn sem komið eru peningamagni umferð að hækka töluvert meira heldur en Bitcoin hækkar, þannig við, þú veist, við ættum að eiga mikið inni til að elta það. Annað sem mér er mjög áhugavert að tala um hvað svona mainstream media er farið að svona bara eðlilega að tala um allt þetta. Ég sá mjög áhugaverða umræðu held ég að CNBC held ég að verið sem voru að bera saman bara í gegnum tíðina gull og Bitcoin. Og það sem þið sýndu það að Bitcoin, svona svipað á M2, að eldir gullið og það er bara þá fullt inni, ég held að gullið sé bara átperforma bara árunu Bitcoinum 54% eitthvað slags. Það var bara önnur, við erum ekkert, ég var að hugsa nokkur svona meðan við erum að tala og fínt að þú komin þetta núna af því að þetta skiptir heilmiklu máli. Gull er náttúrulega búið að vera á ævintýralegu rally og gull er svolítið búið að vera að soga, þú veist, allt svona momentumið. Þú veist, krypto er alveg búið að vera að malla ágætlega upp en ég held að hlutið mynd að því að það er ekki að fá þetta svakalega momentum þetta er bara búið svo easy play fyrir fjárfesta á þessum og þáttangundur á þessum mörkuðum bara vert í gullinu og margir er að segja að þú gull þarf alltaf að klára sinn legg upp. Já, það er nákvæmlega það sem það er í gegnum tíðina þegar gull svona stoppar að hækka og bara næra slaka á þá virðist Bitcoin virkilega elta það en svo erum við samt glímum við alltaf við eitthvað svona þú veist, jú, við erum með mörg svoleiðis dæmi, ég held við getum að horta á eitthvað svona 5 svoleiðis dæmi aftur í tíman, kannski ekki rosalega langt aftur í tíman en þú veist, svo erum við bara að sjá, þú veist, heimurinn hefur bara breyst svo mikið, af því þú veist, hverjir eru að kaupa Bitcoin? Þú veist, það eru fyrirtæki og einstaklingar hverjir eru að kaupa gull? Það eru lönd Kína er að kaupa gull bara í gríðarlega miklu mæli. Þannig að það hefur áhrif á þessa hækkun. Og þá spyr maður sér stundum, ok, er þetta með að Bitcoin eldi, er það breytt? Ég veit það ekki. En ég er alveg trúið því að þú vantilega benda á það að þú veist að þegar einstaklingar og almenni fjárfestar er að kaupa gull og svo metar hann að það sé búin á okkur toppi, þá er þeir líklega til að skafa smá af þeim hagnaði og færa yfir í Bitcoin. Já, og alveg svo það gert með silfur. Á meðan þjóðríkin eru ólíklegri til þess. Já, af því að þú veist, ég held að Bitcoin kannski jafnvel bara hafi meira fylgni með silfuri, af því að silfur fyrir að staða líka eftir að gull er að toppa. Nú held ég að silfur hafi í fyrradag náðu all-time high. Já, það er rétt, $50. Já, einmitt. Og er núna með meira herra market cap heldur en Bitcoin. Bitcoin hefur mjótt verið yfir silfur, sko. Talandi um það, þú veist, ég man ekki hvað ég sá það á mörgum, þú veist að hvort að þarna ég held ég sé að fara með rétt mál mestalagi dagarnir er eitthvað svona ekki alveg réttir, en ég held að síðustu 100 dögum hefur gull market capið hækkað 4,7 triljónir. Já, það meikar alveg sens. Sem settu það í samhengi við Bitcoin. Þetta er meir en allt, þú veist, ég er að horfa á krypto market capið núna, að horfa um allt framönda market capið. Er 4,16. Já. Og þetta ætti að sína einmitt fólki. Þetta er tvöfalt bara Bitcoin market cap. Já, þetta er bóstalega það. Og þú veist, þetta er að ég segja og þegar fólk er eitthvað, þú veist, Bitcoin ekki of hátt núna í, þú veist, 121, þú veist, eða whatever, hvað er. Þú veist, og maður bendur á bara, herru, þú sér, þú veist, gull á einmitt einhverjum
einhverjum tímaramma innan árs að hækka tvöfalt heildar markaðsvirði alls bitcoins. Þannig að, þú veist, þá segir fólk skilur... Já, þá segir ykkur, býtu, það notað í skarkgripi, já, en það samt bara 10% af gull. Já, en sko sjá til, þessi 10% tala sem þú ert að vísi í, hún er miklu lægri núna. Já, alveg örugglega, það var 10% áður að byrja að hækka. Já, þetta er svo kallar iðnaðargildis eða þetta utility value á gulli, þetta er, þú veist, þetta er basically, þetta er irrelevant, þetta er kannski 4% núna, skilur við að fara, þannig að hérna, ef ekki minna, en þannig að þú veist, ok, en ég er sammála, þú veist að hérna, hvort sem við horfum á þetta performance á gulli og svona indicator og svona sögunum hvernig það leki niður í Bitcoin, það að fýrin gríti 54, ég fullir það bara, jú, þó að það sé alveg, þú veist, það er bara með eitthvað bara eins og 2022 skilur sem alltaf bara ömurlegt ár þá er þetta miklu meira áhuga á rafmyndum núna heldur en þá skilur en það er langt frá því að vera eitthvað skonar hæp í gangi, ég bara fullir það er ekkert hæp, það er ekkert Bitcoin hæp í gangi neins þar í heiminum, ekki á Íslandi, ekki í Bandaríkjunum það er bara, ég fullir það og það að hérna, við erum enn í tiltölulega háum vöxtum með til þess Bandaríkin og það er verið að reikna með að við séum kannski að fara inn í 12 mánaða pluss vaxta lækkunarferli, það sem verður vel hérna, vexti vera lækkar í litlum skömmtum í senn. Þannig að þú horfir svona eitthvað á þú veist, þetta landslag þá er þú veist auðvitað eins og allt getur brugðist sko, en ég á rosalega erfitt með að sjá eitthvað annað en bara svona frekar clear skies ahead sko, veist. Það er svona en sko og þú veist þarna bara svo skjótið inni, þetta er reyndar tölu sem ég setti niður fyrir rúmur í viku síðan að þarna að þá á 30 dögum fækkaði Bitcoin á kaupöllum 170.000 Bitcoin sem er 5 ára low, eða þú veist, það hefur ekki verið læra í 5 ár. Eins og sögum daginn all time low sístu 5 ár. Já, einmitt. Eins og í einhvermennin er það 60% of the time it works every time. En ok, já, ég veist að þú getur talið on and on, það er fullt af einmitt svona atriðum sem gera verkum að maður er mjög confident, sko. En sko, það er eitt svona atrið sem er kannski sæmilega stórt í þessu samhengi öllu saman og við höfum ekkert talað um hér, ég segi, við höfum ekki spjallað saman svo lengi að hérna, sjaldan síðan við höfum haft mikið að tala vandamála var meira einmitt hvernig ætlum að pakka þessu inn sko, er að það er náttúrulega government shutdown í Bandaríkjunum. Já. Og það sem var svolítið sláandi er að þegar þessari lokun skellur á að þá voru á skrifstofan alveg samfærum bara okkur fyrstu viðbröðin bara svona alfyrstu viðbröðin allra fyrstu viðbröðin vera lækkanir það er bara hérna við vorum mjög sem sagt hérna confident með það en fyrstu viðbröðin voru bara hækkanir og hérna þú veist og þá nokkra skýringar á því ein skýringin er svo að markaðnis ég er bara að kalla þetta bluff sko og bara við vitum að þeir að fara að prenta peninga og hérna við ætlum bara að byrja frontrunna núna sko. Eða bara ríkið skiptir ekki máli? Já sko, hitt er sem líka margir að tala um og ég hugsa að það með að minnstakosti fjalla þá spurningu af alvöru er að við ætlum lengi tala fyrir því að Bitcoin sé hannað fundamentally, grundvallaratriði Bitcoin eru þess eðlis að þetta sé fullkomið verkfæri til að gegna því hlutverki að vera vörn gegn verðbólgu, gegn óvissu tímum og svo framvegis en á móti kemur að þá hefur það ekki verið að gegna þessu hlutverki raunverulega í þessari sögu nema kannski eitthvað örlítið undanfari getur að fært rauk fyrir af því að þetta hefur bara verið augljóslega konsensusin á markanum hefur verið sá að þetta er risk on asset þar sem þetta er áhættu fjárfestingu og hefur þá verið að elta þá eignaflokka eins og S&P 500 og hlutabréf
hlutabréfa vísitölur en nú svona spyr ég og margir erum við núna að sjá í fyrsta skipti í sögunni vera orðin það mikinn samnefnara á markanum að Bitcoin raunverulega sé hedge, sé þessi þetta safe haven asset sem það hannað til að vera. Erum við að sjá það núna raungerast? Já, það bara hækki að menn raunverulega flýi í þetta á óvissu tímum. Sko, stuttarsvarið já, það alltaf að gerast meira, en Bitcoin svolítið stundum að hoppa á milli að vera risk on off asset og svona safe haven eða tækni, fylgja tækni hlutabréfum. Ég ætla samt að leiða mér að bara segja, sko, ég bara því miður held að við getum ekki notað þetta government shutdown til að meta það. Nei. Og ég skal alveg rökstuða það. Ein rök þú veist, hlutabréf hafa líka verið að hækka. Já, einmitt. Ég pælti að segja þessu einmitt líka. Og svo bara svona, ef þú skoðar bara, það ótrúlega hvað þetta hefur gerst oft að ríkisstofnanir hafa lokað. Einmitt. Þeir reyndar metið held í 35 dagar í síðustu ríkisstjórn Trump. Þannig að það var eitthvað landamæramáli eða eitthvað svo leiðis, það gerði það líka í hvað heitir Obamacare, lokaði það eitthvað tíma, það bara oft gerst það og ef þú skoðar bara áhrifin á markaðin heilsinu, við erum ekki að tala um Bitcoin, bara að tala um hlutabréfamarkaðin, það oftar sem markaðin hefur verið að fara upp á þessum tíma. Já, góðbundur. Þannig að þú veist, ég myndi segja ég held að þetta eitt og sér geti bara ekki verið nota til að finna út úr því, sko. Já, þetta góðbundur, sko. Bara einmitt. Já, en þetta alltaf spurning sem við munum halda áfram að velta fyrir okkur. Spurningin overall góð og ég held að við séum alltaf að sjá það meir og meira að við erum að færast yfir þegar þetta sé svona, og ég held að mörguleiti bara þetta success sem Kauphallarsjóður, nú þú veist bara eins og við höfum kannski held ég talað áður, mér var bara að sjá einmitt nýjustu tölur að þetta orðið hjá BlackRock ég veit ekki hvort þið voru með 12 mánaða tímabili eitthvað, tekjuhæsti sjóðurinn þeirra sem að skila þeim mestu tekjum og mér það hlýtur að vera að mjög margir sem að fara þarna inn í Bitcoin að fara út af svona áhyggjum af bara peningum, alveg svo við veitum með gullið, af hverju Kínverjar að fara inn í það, þeir eru bara hætt að kaupa ríkisskuldabréf. Já, einmitt. Sko, ég held að það eitt sem ég púnta niður sem ég finnst að við verðum að tala af því að það einfallega bara búið að vera það. Má ég aðeins, eitt með þetta government shutdown, það bara eitt atriði sem gerir mig svektan með að það lokað. Það nefnilega lokað í fjármálaeftirlitinu og ég var að vonast til að dagurinn í dag var í dagurinn sem samþykki verið fullt af Kauphallarsjóðum. Já. Og þú veist, menni hafa verið að segja það verður alltaf ekki samþyktir meðan það er government shutdown. Það enginn í vinnu. Og einmitt. Þú veist, við gætum sitið hérna mögulega, ég held með þess að 10. hafi verið dagurinn hjá mörgum sem var svona final deadline. Hvað ertu að segja? Og þú veist, við gætum sitið hérna núna að vera að fagna og bara allt upp. Já. Þú veist, flestir eru að býða eftir Solana en þetta bara nánast allt annað. Þetta Bonk og Trump og þú veist, bara alls konar. En við stöndum fram fyrir því. Við verum að býða þá til að þeir opna hurðin aftur, sko. Vá, pældi því. Það er mjög áhvert. Ok, auðvitað, ég var ekki búin að pæla þessi ykkur heima hjá sig bara að segja og íta á hérna go. Ég íti bara go hérna þó ég með ekki mæti vinnuna. Nei, shit maður, já, þetta er náttúrulega magnað auðvitað. Það verður náttúrulega ekkert og þetta Project Crypto náttúrulega sem líka SEC project væntanlega bara alltaf á hold, sko. Þetta er svolítið magnað. Ok. Ég verið að sjá á Twitter menn að segja þetta næstu 2-3 dögum, býtu, en það ef það lokað? Einmitt. En fjárin hafi það hlýtur svona að vera þannig þegar þið opinbera lokar að einhver svona það einhver einn gaur á skrifstofunni. Nei, þú veist, svona algjör svona nauðsynja sem þetta auðvitað ekki, en ok, við sjáum aðeins hvernig það spilast. Sko, við verðum að tala um Binance Smart Chain
og Aster og BNB sem núna búið að flippa bæði Solana og XRP og flippaði núna bara þar til fyrir skemmstu Tether var bókstalórið þriðja verðmætasta rafmynt í heimi með eftir Ethereum og Bitcoin náttúrulega og það búið að vera og margirlega meina að það sé búið að svona klippa svolítið vængimarkaðarins ef svo má orðið komast til skemmri tíma að mista kosti þetta Aster fyrirbæri sem DEX eins og við talaðum eða Decentralized Exchange eða dreifstýrð kaupöll með svona svokallaða PERPs eða framverkasamninga stendur fyrir Perpetual Contracts og búið að vera gríðarlega velta á þessu þetta sama fyrir bara á Hype sem við höfum talað um Hype liquid, já, þessum þegar fólk að taka lán semst á móti hérna já, og sko þetta svolítið, þú veist það alltaf svona ýmislegt sem bendir til þess en það virðist að jafna sér dálítið núna en það kom tímiðana sem bara spot volume eða það að segja veltan á bara kaup og sölu á spot þar að segja bara þegar þú ert raunverulega að kaupa skuldlaust undirliggjandi eignina sko, hvort sem Bitcoin eða Solana eða XRP eða hvað að hún dróst alveg gríðarlega saman en nú verður svona teknolóft að þetta sé mögulega eitthvað aðeins að jafna sig hvað finnst þér þetta? Sko það þetta búið að vera svona Áttu eitthvað BNB? Nei, ég ekki búin að eiga BNB í 5 ári eða svo. Mér finnst allir sem ég tala við, það einhvern enginn í kryptó sem eitthvað spenntur samt, þú veist, það allir með konstant þetta solid, skiluru? Já, ég var ég var svolítið á BNB keðjunu svolítið hérna síðasta búlrunni, sko. Já. Ég bara ekki snert hana síðan, sko. Nei. En þú veist, gaman að tala þessum þetta, því þú veist, þetta þú veist, fyrir utan Aster, þú veist, þetta ekki Aster. Jú. Þá er það svona framhald af einhver sem búið að vera í marga mánuði því það búið að vera svolítið svona perps season það verður hangið eða bara á þetta hyperliquid og þetta hefur gert þetta mönnum kleift að vera án þess að vera með KSI að know your customer að vera á þessum og hvað segirðu, ómistyrðu kaupa dreifstýrum kaupöllum ómistyrðu líka og hyperliquid bara þvílíkt bara volume, það bara, þú veist það tekið þetta bálkakeðan bara af öllum keðum, ekki rétt hjá mér bara búið að vera lengri tíma Jú, ég held að rauninni bara í síðustu viku hafið, þú veist, Solana farið aðeins yfir, það var ekkert mikið sko og þú veist, þarna og það sem gerist auðvitað oft í þessu sko, er að það kemur eitthvað annað sem tekur tímabundið fram yfir og þú veist og það sem að gera með Aster og Aster með eitthvað fram yfir hyperliquid þeir eru með svo kallað dark pools Já, þú getur falið tilbúðin sem að hlýtur að skipta máli við erum talað um James Wynn James Wynn var að treyta einhverjum gríðalegum fjárhæðum $200 million í Bitcoin og menn voru bara að fylgjast með honum og keyra hann niður sko. Ég var búin að vita þessu og þannig að þeir hafa það fyrst og fremst fram yfir en svona, ég myndi til dæmis ekki endilega, ef ég var að ráðleika sem ég ekki gera, ég myndi ekki endilega að ráðleika fólki að vera að elta Aster því að, jú, kannski tímabundi geta þær haldið, engin spurning, þið munur örugglega tímabundi haldið eitthvað áfram Já, en það er niður alveg 40% núna eitthvað frá tóknum En þú veist, bara til samaburðar þú veist, við vorum ekki með svona perps síðasta búlunni, en minna það var Uniswap sem er bara svona venjulegur SpotX var bara lang stæðsta Svo kom tímabil sem PancakeSwap sem er rauninni ágætið samanburður Uniswap er á Ethereum PancakeSwap á BNB þeir náðu að ábeforma Uniswap og Uniswap kerði svolítið niður á meðan og PancakeSwap kerði upp og menn voru að segja já þeir eru að miklu betri og þeir eru að taka yfir svo bara hvarf nánast PancakeSwap og en þetta hefur og ég held að það, þú veist, fólk fyrir aftur í hyperliquid, svo eru það fullt af svona samkeppni, það drift, ég á í drift til dæmis sem er hérna á Solana hyperliquid munur bara halda áfram, við erum setja endalaus, við sáum þetta, þú veist, í Pump and Fun, svo voru svona mestir í svona launchpad á svona meme coins, við sáum hvað er þetta, Bonk Fun eða Launchbonk eða hvað heiti, sem að þeir komu í launchpad það keyrði fram yfir og menn voru að segja að Pump and Fun er búið einhvern veginn, þeir eru miklu betri
svo bara fóru þeir aftur niður og Pump and Fun var aðalmálið í þessu. Mér finnst að vera smá svona litur á þessu, en þetta hefur haft samt þau áhrif að B&B hefur svona endurnýjað lífdaga sína og við erum að sjá hérna vinsælustu meme-kon sem eru jafnvel á hérna Binance Smart Chain, sko, þannig að við aðeins svona lifnaði á þessari keðju, sko. Já, einmitt það ekki spurning. En svo segja sumir, sko, þú veist, af hverju fór Aster upp? Er það að þið var svona gott? Eða var það því að CC Binance var að tvíta um það? Já, einmitt. Og sumir sem segja að hann eigi stóran hlut af? Ég held að, einmitt, ég tek alveg undir að allavega er enginn að fara að segja mér að það hafi ekki skipt heilmiklu máli, sko. Því að, þú veist, það er bara búið að sína sig og manni finnst það svona alveg þú veist, ég skil alveg þá sem og ég er að leita þeim sem svona, það er alveg pirrandi við hana kryptomarkað, er að, þú veist, einmitt, þessir gaurar, þessir áhrifamestu gaurar eins og CC getur bara, það getur verið með sama hvað tóken sem er, eitthvað út í heimi getur búið, það er bara hann, eitthvað út í heimi getur búið til eitthvað tóken, eitthvað meme-coin, CC Binance tweetar og það bara verður, þú veist, $100 million tóken, skilur. Og svo getur vel verið, og kannski er þetta eitthvað gagnrýni, en þú veist, menn hafa velt fyrir þessar BNB hækkun undanfarið, þá er ég meina undanfarið bara 1-2 vikurnar. Já. Þú veist, það er talað um að voljúmu og bakvið er ekkit rosa mikið, sko. Ok, það er samt alveg slatt, en já, ok. Þú veist, og þá eru menn soldið að í að Binance sé að hafa áhrif á þetta, sko. Einmitt, þú veist, þeir náttúrulega hellinga peningum, sko. Það mun ekki neitt, sko, að bara kaupa BNB fyrir $5 million, sko. Það er held ég ekki neitt, sko, fyrir það, en ég veit það ekki, maður. Og þú veist, þeir geta þetta ennþá, en þegar það kemur... Það er ekki nótabennið þó að það sé að gera, þá er það samt alveg líka, þú veist, ég hugsa að það þarf ekki enda að vera neitt neikvætt, það sýnir bara að þeir vilja eiga meira af þessu. Ég meina, Crypto.com er að náttúrulega, þú veist, tala þetta, skilur við. Það verið gagnrýndir fyrir það að vera að hafa áhrif á verðið. Þeir eru að vera gagnrýndir fyrir að halda Solana verðinu niður þannig til að kauphallarsjóðin koma, þú veist, og það er fullt af transactions sýnt fram að þeir eru að senda á Wintermute sem er market makers, endalegt Solana jafnvel þó að proof of reserve síni þeir eigi ekki neitt þarna, ég ætla ekki að fullera það svo sé að þeir sé að nota peninga kaupa eigenda, en margir segja, sko, þess vegna viljum við fara að fá þetta clarity act, af því að þú veist, það á að koma í veg fyrir það að svona stórar kauphallir sé að hafa áhrif á markaðin með því sem að þeir eru með á sínum kauphallum. Já, einmitt. Já, það er fínt að fara ekki of mikið sálmaður. Samsærispotnið í dag. Maður veit ekki hversu mikið þeir hlusta hana svona Chinese intelligence á okkur. En svo er annað. Svo er annað í þessu, sko. Af hverju hafa BNB og Aster eitthvað. Það er ekki búið að vera neitt rosa mikið svona altcoin retail season. En það virðist vera bara í Asíu. Það er miklu meiri retail season þar og þetta bara, þú veist, BNB og þetta er svona eins og maður segir, það er sumar myndir sem er gleymistund. XRP er rosa vinsælt í Asíu, sérstaklega Suður Kóreu. BNB er vinsælt í Kína og fleiri stöðum í Asíu. Já. All right, ég er svona verða, held ég, ágætlega sáttur. Það er allavega búin að vera taka svona þessi atriði sem ég var búin að punta hjá mér, sko. Já, ég á með eitthvað sem að má svo sem líka sumtaði bíða, sko. Það er endar eitt sem vissulega neyðist til að bíða sem er þér að kenna. Já. Og það er náttúrulega, nú er það búið að gerast í annað skipti, að þú er búin að fara til útlanda og ekki með treyju og ég var búin að segja að ég mun ekki vera svona að halda í eitthvað gröt, sko, með það en það sagði ég, sko, reiknandi með því að þú myndir bæta upp fyrir næstu þú færi til útlanda sem þú skilst mér gerðir. Já, nema ég hlaupi bara eftir í boltamannin og kaupi bara treyju þar. Já, en þú sagði eins og þú keypti treyju og fannst hann ekki heima hjá þér. Gærkvöldi þegar ég var að tína til fyrir þáttinn og þá fann ég töskuna sem ég ætlaði að setja treyjun í, sko. En ég bara fann ekki treyjuna. Og ég nefnilega held að þú hafi bara ekki keypt treyju og sérst að var að kaupa bara treyju í og úteri eða eitthvað svo leiðis. Það ef ég keypti treyju, spurning hvort ég er inn að koma með kvittununa. Já. Proof of reserve. Proof.
Já, við sjáum til í næsta þætti hvað kemur í ljós. Já. Ég byrst afsökunar á þessu. En það að sjálfsögðu tekið fullgilt og hérna, ég veit að bara þakka að kella fyrir að hafa hugsað til mín og keypt treyju. Björn Haraldsson, ég þakka að kella fyrir góða yfirferð, gott spjall og ég er mjög spenntur að taka þessa næstu mánuð og við erum bara að fá úr því skorið hvað er að fara að gerast hérna í þessum, hvort þetta fór í cycle, það er alls konar skemmtilegt sem er að fara að koma í ljós, ETF-anir, fór í cycle, you name it. Og ég er með einhverja punkta hérna sem ég ætla að taka næst bara og ég er mjög spenntur bara strax fyrir næsta þætti. Já, taka hann upp bara núna. Já, ekki bara. Herðu, ok, sir, takk fyrir spjallið og þakka ykkur kæru hlustundur fyrir samfélgina. Og við heyrumst og sjáumst aftur að vikuleiðinni. Verið sæl.